Ég ætla að útskýra dæmi 5a í kafla 7 sem er þýði hefur meðaltalið 10 og staðalfrávikið 3 eða 3 og valið er úr handahófsúrtaki af stærðinni 64 og svo er A hver er lykillinn þess að meðaltalið úrtaksins verði á bilinu 9 til 11. Já, við vitum hérna að meðaltalið er 10 og staðalfrávikið 3. Hérna er með n sem er 64 og hérna er ég að gera formúluna. Og þá er ég með 3 og 64. Ég er búin að nota hérna Desmos. Þá ger ég hérna 3. Hérna, brekna. Og ger ég hérna 64. Svolítið zooma út í mér hérna. Og svo fæ ég hérna 0,375 sem er námynda í 0,38. Svolítið. Já, svona. Þannig að það er 0,38. Og þá er það hérna að finna þá er hérna, það er verið að biðja ykkur sem sagt að finna að hvað meðaltal úrtaksins verði á bilinu 9 og 11. Og þá er hérna með 9. Gerir ég hérna svona. Og þá er ég að gera hérna 9 mínus 10, átti það er meðaltalið. Deilt í 0,38. Svo bara aftur hérna. 9 mínus 10. 0,38. Þegar hérna mínus 2, 6, 3, bla bla. Sem er þá bara mínus 2,6. Og þá veitum við hérna mínus 2,6. Og svo ger ég það sama með 11. Ger ég 11. 11 mínus 10 deilt í 0,28. Og til að stilla með leið að þetta eru bara svona tölurnar, þá ger ég bara 11. Og þá er þetta sama talan, nema ekki mínus og það er 2,6. 2,6. Þannig að það lítur þetta svona út. Svo er það að finna út hvað bilið er. Og þá var ég búin að kíkja í C-töfluna og ég sá að C-töflan í þannig 2,6 er 49,53%. Þannig að þá veitum við það. Og svo teiknum við hérna. Mjög erfitt hérna að teikna þegar ég held á símanum, en að lína með henni. Það veitum hérna efst á að vera 10 og hérna bara 11 og svo 9 hérna því þetta er mínusunni hérna. Þannig að mínus 2,6, þetta er bara 0 og svo 2,6. Svo er hérna 49,53% og 49,53 og við erum að finna hérna bilið á milli. Þannig þá í raun gerum við bara 49,53 pluss 49,53 og það væri 99,06%. Þannig þá svarir 99,06%. Þannig bilið væri 99,06%.